Já, komið sæl. Það rigndi víða nú í morgun en dró nú líka fljótt úr þeirri úrkomu og þegar líða tók á daginn þá var nú svona þannig lagði sig úrkomu lítið á landinu og sýndu veðurmælar það. En það var nú skammgóða vermið því að það kom næsta úrkomubelti inn og við sjáum það betur hér í hreyfimyndun eftir inn á suðvesturhornið seinni part dags. En að öðru leyti þá var nú nokkuð milt í veðri hjá okkur, hæsti hiti mældist 16 stig á Teigarhorni fyrir austan og það mældist hvergi næturfrost á láglendi og eiginlega ekki heldur til fjalla þegar út í það farið því að það var einungis ein stöð sem mældi frost síðastliðnu nótt og það var á Dyngjujökli. En svona hvað var það framhaldið þá sjáum við að við vorum með lægðir hér í námöndaði landi í dag, hér réttur norðaustur af og svo vestur við Grænland en svona þessi skiptir máli fyrir okkur næsta sólarhringinn. Við fengum þessar lægðabylgju hér inn seinnipartinn, úrkoma sem að fer til norðurs yfir landið en það kemur síðan ný bylgja á þessi kuldaskil og spannast upp þar nokkuð kröpp lægð eins og við sjáum hér sem verður þá við suðurströndina annað kvöld og við sjáum hér aðra lægð sem að komur lengra úr suðaustri, þessar tvær muni síðan sameinast þegar framleiðast undir og þá aðfaranótt þriðjudags. En hvað varðar hitafarið þá sjáum við að það er þessi nýja bylgja sem var að koma inn hér seinnipartinn, að það kemur svona eilítið kaldara lofti inn á vestanvert landið en á kuldaskilunum kemur þessi önnur bylgja og hún mun ýta hlýju lofti aftur til vesturs og þar með talið þá úrkomunni og skilunum sjálfum. Í fyrramálið þá verður til þess að gera úrkomu lítið, það mun rigna víða sunnan og vestanlands í kvöld og í nótt en þegar við klukkan 8 í fyrramálið þá eru nú svona leifarnar af þessu skilum staddar hér yfir suðaustanverðu landinu þar sem vestan örefa rignir þar, öðru leyti úrkomu lítið geta verið stöku skúri hér vestan til á landinu en bæði á Norðurlandi þar sé frá ströndum og allt austur og austfyrir það ætti nú að vera sæmilega bjart í fyrramálið en síðan nálgast þá næsta bylgja og það þýðir að það mun smá saman draga fyrir sólu allt land og seinnipartinn á morgun að þá nú farið að rigna nokkuð víða, þá sérstaklega sunnan til á landinu, svona mesta úrkomugasi á suðvesturhorninu, heldur áfram að rigna eitthvað þá á suðausturlandi og þessi úrkoma getur teygt sig eitthvað norður í land. En á þriðjudaginn þá munu síðan þessar sameinuðu lægðir sem við talaðum áðan, þær verða þá eða þessi sameinaða lægð hún verður stödd hér rétt austur af landi og það verður ýmist norðlæg eða vestlæg átt hjá okkur og úrkoma svona nokkuð víða land. Getur verið skarpur vindur einnig í tengslu við þessa lægð. Við sjáum þessa skörpu vestlæg átt hér með suðurströndir sem getur jafnvel náð í stormstyrk og geta myndast viðsjárverðir vindstrengir þá sérstaklega á Suðausturlandi á þriðjudaginn. Og svo einnig norðanáttin hér úti fyrir vestunum og hún getur einnig verið að ná í hvassan vind eða jafnvel staðbundu þá í storm. Á miðvikudaginn þá verður lægðin sjálf stödd hér norður á landi og enn að stýra veðrinu hjá okkur. Við sjáum að það rignir þá víðan land, sérstaklega norðan til á landinu og orðið það kalt, það sjálfsagt verður þessi úrkoma, snjókoma eða slitta til fjalla landið norðanvert. Úrkomu minna á sunnanverðu landinu, þó ekki þess að útiloka að eitthvað mun nú rigna þar og hitatölur svona almennt séð á bilinu 4 til 8 stig og á fimmtudaginn þá dregur hún svona úr þessu öllu saman. Lægðamiðjan sjálf mun síðan leita hér til suðurs á fimmtudagskvöld eða aðfram á föstudags og útlit er að það farið þá í norðlæga átt hjá okkur sem að muni vara fram á sunnudag. Örstutt síðan yfir til Evrópu og það er svona, getur sagt bjart veður, það komið háþrýstisvæði hér yfir miða Evrópu, öllu órólegri tíðin í austurhlutanum, skúraleiðingar eða jafnvel hellidembur og á Íberíuskaga verður áframhald á blíðviðri hiti 25 til 30 stig nokkuð víða og það sama á við Kanaríeyjar en lengra komast ekki með veðri í dag, verið sæl.